Pétur hérna beint á mótið mér. Og blessaðan daginn. Vertu velkominn, Pétur. Takk að gæla fyrir að vinna minn sömulegis. Hvað segirðu þennan drottinstýrðar daginn? Allt bara eðal fínt hér. Það ekki? Það væri verra að vera betra? Það hárrétt hjá Röðun. Það væri verra að væri betra. Gott að heyra. Og væri það betra að væri að vera. Já. Og væri það betra að væri að vera. Já, En eðla fannst ég Hafnarfirði. Eðla fannst ég Hafnarfirði, já. Já, við ætlum að byrja hérna á sleggjum. Strax í upphafi þá. Það eru beint í stóra fréttir. Eðla fannst við húsleit í Hafnarfirði á dögunum. Skriðdýri var tekið í vörslu og sett í vörslu lögreglu. Og allir safe. Allir safe, engin slast og ekki kviknaði. Glæsilegt, þá veitum við það. Veit ég veit ekkert þetta. Þetta var bara bull, ég sá þetta bara hérna á vísi.is og skiptir engum máli. Þið eru með stilt á FM 957, það er útvarpsþátturinn FM 95 blöð hérna hjá okkur og, rétt Pétur Jóhann Sigurðsson, Öddi blöð hérna beint á móti og við erum með stút fullan þátt af allskins rugli fyrir ykkur í dag. Já, síðasti miðvikudagsþátturinn okkar, þannig að við ætlum að fara svona back to basics. Já, þetta er síðasti miðvikudagsþátturinn, það er nokkuð ljóst. Þetta er algjörlega með ólíkinn. Nú ert þú bara að fara á fullt í X-Factor. Gott talent. Nei, gott talent. Ísland gott talent. Þá eru þú bara ekki nú mikinn tíma. Já, og svo líka atvinnumennir okkar, en það er ekki nógu margir klukkutímar í sólarhringnum fyrir þig. Við verðum nú samt ferskir á föstum, en þetta er síðasti miðvikudagsþátturinn. Í bili? Já. Ok. Og við ætlum að fara í gamlan og góðan lið sem heitir Hvað segir Kjellin? Yes! Nú erum við bara að taka það hérna í dag. Hvað segir Kjellin? Hvað segir Kjellin? Hann er ekki flókinn sá liður, eina sem hann segja þar er Hvað segir Kjellin? Já. Svo ætlum við að fara í vondati líka, það er eitthvað sem við ekki farið í lengi. Nei. Við erum með Sturla staðurindir á sínum stað, síðasta karaoke-keppnin okkar, pjessa og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að þetta verður bara fyllandi fjör. Fyllandi? Já. Nú hefðum við meiri gallinn maður. Þetta verður það. Fyllandi fjör. Þetta verður það. Maður hefur nú yfirleitt sett orðið fyll í samhengi við eitthvað annað heldur en fjör. Nú, er ekki fjör fyrir út að fylla? Jó, reyndar. Rétt. Akkaði verið að benda mér það. Ert að fyll í einhverju þunglindi? Nei, maður er aldrei þungur eitthvað fyll í sig. Nei, fylla.net. Fylla.is. Fylla.net. Það var nú síðan maður. Það var gaman að opna þá síðu. En maður ekki óttast svona nokkuð restra þegar það er? Já, vera svo með opið símaverma, fylla.is góðan dag. Já, ég ætla að fá smá fyll. Fyll vildu, já. Aha, og það fyndið. Hvað, get ég aðstofað með eitthvað? Það tengist nú það sem ég er með vondati í dag. Út eftir að fíla það. Eina gæti farið fyrir ofangarð og neðan eins og alltaf. Ég er með smá pælingu í vondatinu eftir ég sá eitt fyrirtæki hér í bæ og skemmtilegt nafn á fyrirtæki sem ég ætla að reyna að nýta mér. Erst þú eitthvað byrjað að hugsa út í vondatið þitt? Ég sá alveg þegar þú varst að vesenast í þessu sko. Ég veit alveg hvaðan fyrirtæki á þetta fannst. Ok, kom betur inn á það hér og eftir. En þú varst að fara að hugsa líka vondatið þitt, fyllariðinn. Nafnið á þessu fyrirtæki býður upp á þetta. Já, það getur orðið mjög skemmtilegt. En ef þú ættir að gera leikrit eða ævisögu. Ef ég ætti að skrifa leikrit á þessari mínútu. Right now. Nei, ef þú ættir að gera ævisögu þig, gæti hún heitið Fytlarinn á þakinu? Nei, ég veit ekki. Fytlarinn á þakinu? Hefur gert það Fyllir on the roof? Jú, ég hef alveg heyrt það. En Fytlarinn á þakinu, Það er alltaf okkur, við erum með vondati í dag, Sturla starti, hvað sé, Kjellin, karaoke og hlera. Þetta verður veistla, við lofum ykkur skemmtilegum þætti í dag, það er bara þannig. Ég hlusta á Tvíhöfða morgun og djöfull var gaman að fá Tvíhöfða sem aftur og afsakið orðbræði. Það var æðislegt. Ég verið sammálaðir maður, það var æðislegt. Ég hlusta á allan. Já, ég líka. Ég var meðan bara í gangi heima og var æðislegt að hlusta á. Þeir voru hressir og feskir strákarnir. Nei, þetta er besta útvarp allra tíma, það er ekki hægt að keppa við það. Og maður reynir hér eins og rjúpa við staur. Við glemdi ekki alveg. Já, það er bara ekki hægt. Svo eru við með betri músík í þokkabót. Já, reyndar fokkar ekki til þessu lagi. Gjörsamlega frábært lag hér á ferðinni hjá okkur í FM 95 blöð. Þetta lag með hljómsveitinni Justin Timberlake. Frábært lag og hefur gert garðinn frægan og gert góða hluti víða með. Ég heiti Pétur Jóhann Sigurðsson, sitt hér á miðvikudegi í útvarpsþættinum FM 95 blöð og FM 957. Á móti mér situr Auðun Blöndal. Hann er glæsilegur sem oft áður og hann heldur á sjóðandi heitum slúðurpakka frá útlöndum. Við skulum gefa hann gott hljóð hér. Takk Pétur, ég ætla að byrja slúðurpakka dagsins á Kanye West. En hann var í viðtalinu á dögunum og var spurður, hann náttúrulega er trúlofaður í dag, strákurinn. Hann er trúlofaður. Kim Kardashian.
Já, alveg rétt. Já, við verðum saman. Þið stafsögn á þessu. Og hann var spurður núna í viðtali hvort það var einhverja líkur á að það er sýnt brúðkaupið í sjónvarpinu. Og það heldur nú allir að Kanye West myndi henda í þvert nei þar því að hann vill helst ekki láta sjá sig í þessum þáttum þeirra og eitthvað svona og sem minnst í þeim. Já. En það víst allt til sölu og Kanye West sagði í þessu viðtali að jú, ef einhver er tilbúin að borga $10 milljónir þá mega mynda brúðkaupið og sína í sjónvarpinu. Það kostar 1,5 milljarð fyrir einhverja sjónvarpsstöð að sína beint frá þessu brúðkaupi. Ég hef nú haldið að hann hefði farið fram á hans meiri pening. Já, og og það líka er ekki eitthvað steikt við það að brúðkaupið sé til sölu. Ég veit að það allt til sölu en nú fann að selja brúðkaupið þitt. Er ekki eitthvað skrítið við það? Sýna þið beitnu útsendingu, verður ekki eitthvað svolítið ópersónlegt við það? Okkur finnst það, Já. Við erum bara hérna litlu kallarnir á FM bara hérna á Íslandi, sko. Já, en ég meina myndur þú sína beint frá brúðkaupinu þínu og fengir svona góðan pening fyrir það? 1,5 milljarð? Já, veist, það þarf ekki að spyrja því. Það er ekkert sem ég myndi ekki gera fyrir 1,5 milljarð, hvað þá sína brúðkaupinu mínu, sko. Ég myndi reynda, maður myndi ekki drepa sér kannski. Ég væri til í meira, sko. Meira? Meira en 1,5 milljarð. Mikill lítið meira? Já, mér finnst það ólítið, sko. Já. Ég væri, þú veist, þeir myndu svona ná minni athygli, sko, ef við værum fannir í svona 3 milljarð. Svona 3,5, 4 kannski. Í beinni útsendingu á Stöð 2, Pétur Jón Sigfússon. Já. Gengur inn. Þú veist, þá myndi ég myndi vakna fyrir það síntal, sko. Já, nákvæmlega, það er dýrt að sína á þínu brúðkaupi, það er bara þannig. Já, ég meina, maður 1,5 milljarður er engin peningur í dag í rauninni, sko. Nei, mitt. Hef ég heyrt. Já. Maður heyrir þetta bara út undan sér. Ég var alveg til í 1,5 milljarð. Já, menn að leika sig með svona tölur bara daginn út og daginn inn. Það hefur verið að afskrifa svipaða tölur bara upp á hvern einasta dag. Ekki það, ég hef ekkert 1,5 milljarð að gera því að ég held að ég myndi bilast. Ég held að það væri bara mikið fyrir mig. Jú. Þið bara fara að tala við þjónustur fulltrúaðinn í bankanum og láta hann að koma þessu vel fyrir. Sköllóttu blöð myndi fara yfir maður. Heldur það? Já, ég væri komin á eitthvað snekju bara og ég væri búin með þetta ári. Já, kannski. Það er tú. Það er ekki. Nei, ég myndi nú að reyna að passa mig. En ég er með meira slúður, George Clooney, hann er byrjað að deyta aftur, hann er búinn að vera á markaðinu núna í einhverja nokkra vikur og hann var ekki lengi að finna sér aðra stúlku, en það hún er nú vist ekki þekkt. Nei. En já, og bara hefur sést með honum upp á síðkastið. Hvað er hún, frá Svíþjóð stendur hérna? Hver er það sem var það George Clooney, sagði það? Já. Já, hann er nú ekkert lengi að ná sér í nýja gallinn, enda svona einn mesti kvennabósi Hollywood, búinn að vera í mörg ár. Já, báslega myndalögur maður. Já, ég held líka sem að með George Clooney, hann sé ekki bara myndalögur, heldur hrikalega skemmtilegur. Já. Ég held þessi gaman að vera í kringum hann. Hann er með þannig árur einhvern veginn. Hann hreist svo skemmtilegur og vina sinna örugglega. Já, það held ég. Ég held að það var ekkert leiðilegt að fá sér steik og raut með honum til dæmis. Nei, alveg sammálaðið. Ég held að það sé hrókur alls fagnaðar. Já, alveg pottið. Alveg sammálaðið í tíma. En svo annar aumingi sem ég var ekki til að fá mér steik og raut með, það ræfillinn Chris Brown. Þú hefur eitthvað mikið á móti honum? Já, bara lemur konur og eitthvað. Nei, ekki langt síðan. Er ekki búið að fyrnast? Já, eitthvað 5 ár síðan eitthvað. En hann var kannski er hann búinn að lagast? Já, menn hann er ekki búinn að lagast betur en svo að hann var í slagsmálum bara núna daginn. Já. Og þá verið að kæra hann og hann slapp nú með bara svona misdemeanor en er búinn að skrá sig í anger management. Hann er komin í meðferð og ætlar að reyna að fara að vinna í reiði sinni. Já. Eitthvað sem hann mætti svona að vera búinn að skoða kannski áður og hefur örugglega gert. Já, barnandi mönnum er best að lifa og allt það. Jú, menn þetta, veist, vill í honum allsins besta en hann er ekki miklu uppaldið á mig samt. En ég skal gefa hann það, hann er virkilega hæfileikaríkur dansari og söngvari, sko. Já, góðu dansari. Já, hrikalega góðu dansari, sko. Hefur séð hann dansa? Já, ég sá hann taka hann var nú á þeim tíma sem ég fílaði ennþá Chris Brown. Hann tók tribute fyrir Michael Jackson eftir að Michael Jackson lést. Já. Hann getur dansað eins og Michael Jackson, maður. Já, þetta er til ekstra á netinu. Það var rosalegt, sko. Þannig að hann er mjög flinkur að dansa og er flinkur söngvari og er bara góðu tónlistarmaður en með allt niður um sig, sko. Mikinn áhuga á dansi? Ég var, áhuga á Jackson dansi. Varst að læra dans? Nei, ég hef aldrei lært dans. Nei?
Nei. Þú ert nokkuð góður dansari sjálfur eða því? Nei, ég get svona leikið eftir Jacksonin. En ég minna að þegar þú fer svona út að skemmta þér og svona. Út á lífið? Já, fer ekki að dansskólið? Nei, svona. Ekki mikið? Já, bara svona vagga mér þá. Bara vagg. En ég hef nú reyndið að sé að þið dansa líka, þú ert fýtt dansari, þegar þú ert með þann stíl sem að, já, fólk vil svona kalla, mér er drullu sama stílinn. Já, ég er svolítið með það. Já, mér er sama hvað þið finnst. Og hann er mjög góður. Af því að maður sér þegar þú dansar, Pétur, að þú ert að skemmta þér. Já, í rauninni. Já. Það snýst svolítið um það. Og það eru bestu dansararnir. Þetta var slúðurpakki dagsins. Má ekki bara fínn í það? Bara gjörsamlega merkjaður á meira á þetta. Já, förum í auglýsingar og svo er það vonda atið í fyrsta sinni í langan tíma. FM 957 og Unovi Ingólfstorg bjóða þér og þínum í föstudagshitting. Þetta er mjög einfalt. Komdu núna inn á fm957.is og skráðu fyrirtæki þitt eða vinahópinn, alltaf 10 manns, og þeir eru komin í pottinn. Heiðar Austmann dregur út flottan hóp fyrir hádegi alla föstudaga og ef þú ert heppinn, þá ert á leiðinni með hópinn þinn í létta rétti og drykk á Uno. Slakað á eftir erfiða viku með vinnufélögunum, vinkonunum eða vinunum á Uno við Ingólfstorg. FM 957 og Uno gera föstudagana skemmtilegri. Allt fyrir Halloween-partíið. Grímubúningar, litalinsur, farðar og hárlitir. Sendum land allt. Hókus Pókus, Laugavegi 69 og hókuspókus.is. Tvöfaldur pottur stefnir í 1200 milljónir. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Austurkynnið í samstarfi við Carlsberg Léttir. Skemmtilegustu 50-skvöldin okkar eru með veðurguðunum Ingo og Einari. Ískaldur Carlsberg á tilboði og stemming sem þú upplifir hvergi annars staðar. Sjáumst á 50-daginn á Austur. Fabrikuborgarar, fabrikusósurnar, grísarifin, fabrikuísinn, skýrtertafabrikunar og gulrótarkakan. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Bátur mánaðarins á Subway er skinkubátur og kostar aðeins 450 krónur. Subway, eins og þú vilt hafa. Gullkynnir. Off-venue at Airwaves og English Pub Reykjavík. Í dag klukkan 1, hljómsveitin Sætan og Eyþór Ingi og Atomskáldin klukkan 6. Ekki missa af Off-venue at Airwaves á English Pub Reykjavík í boði Gull. Settu því í stellingar í stórkostlega skemmtun í nóvember á Stöðu 2. Íslensk dagskrá í algjörum sérflokki. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöðu 2, margfalt skemmtilegri. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Verð í sterkara sambandi og fáðu meira út úr Iceland Airwaves með appinu. Síminn. FM 957. Topp tónlistastöðin. Syngur Summertime Sadness. Kynlega flott lag. Allavega ágætislag. Já, hárrétt hjá þér, Auðun Blöndal og okkur ekki til setun á bóði hér. Það er náttúrulega miðvikudagur og eitt og annað í gangi og mikið framöndan. Já, það er nóg eftir hérna hjá okkur strákunum og já, eftir að við tölum áðan í opnunna, við erum með svona dagskrárlið sem hafi ekki verið lengi eins og vonda atið og kassi í kettlinn. Það voru nokkur búin að spyrja mig á Twitter hvort það verði ekki nýr tong í dag þá líka. Þetta er nú síðasti miðvikudagsáturinn en við ætlum að reyna að vera með nýjan tong í 2 ára afmælisþættinum á föstudaginn. Og þá verður líka vonandi nýr brjátbreki og svona, það verður fullt af skemmtilegum atriðum þar. Þannig að þó að sé ekki tong í dag þá reynum við að vera með hann á föstudaginn. En við erum hins vegar að spája að fara eða ekki í vonda atið núna í fyrsta sinn í langan tíma. Og það er dagskrárliður sem er barnalegur og getur verið óþælur fyrir þá sem eru í honum eins og hjá okkur. Já, það er bara eins og nafni gefið til kynna. Þetta var bara að vera einstaklega ámond. Og já, þú ert þú búinn að finna þitt eða? Já, svona nokkuð nei. Þetta er að fæðast þetta. Já, því ég kom með pælingu sko. Hérna stendur, ég er með fyrirtæki hérna sem ég sá fyrir dag í blaði. Stjörnumálun. Já. Og ég held að það sé bara svona málingafyrirtæki sko. Hann er að biðja að láta hann hengja sér. Já, og ég ætla svona að hvort hann sé að fara að mála stjörnur. Stjörnuna þér?
Já, ég fyrir beintið það, sko. Herru, tjekkum að, ert þú tilbúin með þitt líka? Já, ég verð tilbúin þegar þú ert búin. Ok, maður sjá, maður ætla ég að ringja hérna í stjörnumálun, tjekkum að þessu. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Er það stjörnumálun? Já. Þið eru að mála stjörnur? Er ég að mála stjörnur? Já, er það að bleka á svona eða? Er það eitthvað að vera að fyndi núna eða? Það? Já, flottur. Er það að blítsa á svona? Hvað vantar þig? Ég þurfti að láta mála inn á stjörnu hérna. Já, á ég merkina Blöndal eða? Hvað segirðu? Á ég merkina Blöndal? Hálfviti. Hálfviti. Snöggur átt af því. Við erum með Pétur Jóhann erum með í vonda atinu og stjörnumálun. Það var ekki hægt að sleppa þig. Já, maunar. Mála okkur raskatið. Já. Þannig að það gerist ekki í dag. Nei, ekki næst. Það er afsaka ánaðinur. Ok, bye. Ég vil vera búin að fá mikið að böggum. Vonda atinu, ég gati ekki sleppt þessu. Nei, það var aðeins. Hvert var að ringja? Bara, heyrðu, hérna, veisluþjónustu. Ok. Fagnaði, góðan dag. Já, góðan dag. Ég ætlaði að kanna með svona veisluþjónustu, það er að segja að mér vantar bara þjónustu fólk. Já. Ekki veislu, ekki matinn sjálfan, sko. Nei, hvenær? Ég hefði þurft svona kannski 8 manneskjur, 8-10 manns. Eru þið í slíku? Þetta er svolítið spes, það þurfa í rauninni allir að vera með nærbuxur á hausnum. Já, frábært. Við getum því miður ekki redda því. Ekki? Nei. Okkur ekki. Þetta eru bara nærbuxur sem ég er búinn að kaupa, ég á það sko til. Já, ég veist að mér fái fólk til þess að gera það. Okkur ekki? Okkur heldur við. Ef ég kaupi þjónustuna og þið eru með nærbuxur á hausnum. Nei, því miður, þá myndi ég bara benda þér á að tala um einhvern annan sem myndi örugglega vera til. Nei, ef ég kaupi þá bara þjónustuna og þið komi bara og ég sé bara semja við krakkana þá þegar þið koma. Já, maður reyna það. Þú getur reynt það. Er það ekki alveg möguleiki? Jú. Þá voru stelpurnar væru þá bara með kallmanns nærbuxur á hausnum á sér og strákarnir með kvenmanns nærbuxur sem eru bara G-streng, sko. Já, þú getur átt að við þau. Og G-strengurinn þyrfti að vera upp í kjaftinum að þeim, sko. Þú getur tjekkað á því hvort þau samþykki þetta. Já. Og hvenær á þessu veisla að vera? Hvenær viltu fá þetta fólk? Hvað segirðu? Hvenær á veislan að vera? Hvenær viltu fá fólki? Hún er í mars á næsta ári, 24. En svo er reyndar eitt í þessu líka. Þau þurfa að vera í svona rasslausum buxum. Já, eins og þú segir, þú átt að bara við. Það er að segja efnisbúturinn, sko, ég á það til líka, sko. Já, það er alveg frábært. Þá eru þau bara sérst í rassinn á þeim, sko. Og berfættu þurftu að vera. Já, það er bara eins og þú segir. Allir að vera berfættir í rauninni. Já, ég bendi fólkinu á að hafa samband við. Þau 8 manneskjur. Já, þakka yfir. Ekki máli. Já, blessað. Já, bless. Þessi veistla að vera. Hann skrítið. Já, satt best. Ég vissi ekki hvað ég ætti að gera maður. Ég hefði mjög gaman að segja, hvenær á þessi veistla að vera? Ég líka að segja, veist hvað er sorglegast af öllu þessu? Nei. Ég langaði í þetta partí. Nei. Ég var alveg til að vera þetta, svo bara einhverja rassalösa buxur og fólk með nærföt á hausnum. Nærföt á hausnum, já. Hvenær á hún að vera þessi veistla? Já, maður þarf bara að spila þetta eftir höfðinu. Já, það er ekkert ástæðalaust þetta heitir vondati. Ég reyndar hafði gaman að þínu, Pétur. Hér á eftir er Kvassi Kjellin og Sturlasna og M&M með lagið The Monster. Hér í FM 95 Blöð. Steytist í Sturla staðrendir og svo líka setna í dag karaoke hér í FM 95 Blöð. Síðasta karaoke okkar allavega á miðvikudegi. Já. Og ég var að spá í, ert þú búinn að ákveða eitthvað lag eða viltu opna fyrir síman 511 og 957 og aðtöka hlustendur vilja heyra í karaokeinu? Ég er með lag í huga. Ok, þú ert með lag í huga? Já. Þannig að þú kemur bara undirbúinn fyrir þess að loka orustu? Loka rimmuna, já, ég er með lag í huga. En ég verið samt til í að opna síman og fá svona... Fá einhverja pælingar þannig og geta kannski fengið betri hugmynd? Já. Lagið sem þú ert með huga, er þetta ballaða, er þetta kraftmikið eða? Nei, ballaða, ég veit það nú ekki, ég veit ekki eins og hvað þetta lag flokkast sem. Nei, ok. Segð þér hvaða lag ég var að spá í.
Já, hvaða þetta spæðtæki, karaoke? Ég langaði svolítið að taka hana Sweet Dreams með Eurythmics. Já, Sweet Dreams are made. Já, ok. Það er endar, þú getur gert það þínu eigin. Já, mér langaði svolítið að gera það þannig, sko. Gera það mínu eigin. Já, eins og gerir við öll lög. Þá setjum ég það bara þetta strax á blað, Sweet Dreams. Já. Og ef að fá kannski svona 5-6 lög frá hlustundum. Já, Tökum á þessum. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú gott? Bara fínt. Nei, ekki? Já. Hvað væri þú til að heyra í karaokeinu? Auðvitað tekur 99 Problems. 99 Problems, já, með Jay-Z. Já. Það er þetta hrikalega flott lag. Það er komið á blað. Ok. Skoðum þetta, ok, bye. I got 99 problems, but the bitch ain't one, hit me. Já. Þú kantið utan á bara, ég kann ekki textan, hann rappar svo hratt, maður. FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú, höfðingi? Mér langar að heyra því svolítið að væla og skrækja, að heyra svolítið að taka svona Deep Purple, Child in Time. Deep Purple? Já. Já. Heyra því að fara svolítið hátt upp og svona og væla svolítið. Við ákveður ekki lungu búin að henda Svessa í Deep Purple, maður. Já. Hann verður með föstudagsslag hérna núna á föstudaginn, hann Svessi, við áttum að vera lungu búin að henda honum í Deep Purple. En ég sendi þetta hérna á blaði. Takk hennur. Ok, bye. Já, fáum 2-3 viðbót, FM. Ég vil heyra auðvitað þekka Jackson í lokin, sko. Jackson í lokin, hvaða Jackson lag? Men in the Mirror eða eitthvað. Men in the Mirror, já, þannig að þú vilt smá bóðskap líka. Já, það ekki. Það ekki. Men in the Mirror, það er komið, það er þetta ríkala flott lag. Varst ekki búinn að taka Jackson einhvern tímann? Hef ég tekið Jackson? Ég man það ekki, sko. Það ætlaði að taka það aftur. Já, það er alveg réttur. Já, ég held samt, ég hef ekki tekið Jackson, það er svo erfitt. Jú, ég reyndi ekki einhvern tímann að taka Beat It. Það var algjör viðbjöður. En það er eins og þessi góður hlustandi segir, það skiptir einhvern veginn. Já, Men in the Mirror, skoðum þetta. Takk fyrir að ringja. Ok. Já, minna, þú hefur búin FM. Já, góða kvöldið. Góða kvöldið. Jæja, hvað segir þú þá? Halló. Hæ. Sæl. Hæ, ég með langar að heyra hérna Pétur syngja Roar. Roar? Hvernig er það? Já, með hérna Katy Perry. Já. Hérna nýja. Það var þetta mjög fyndið að heyra að taka. Það er alveg góð hugmynd. Hvernig er það aftur? Like a Tiger eitthvað? Já. Getur þú sungið hans fyrir okkur? Hæ? Getur þú sungið smá partaði fyrir okkur? I got the eye of a tiger. Ég kann ekki þessu textan. Ok, við skoðum það. Ok, bye. Já, þetta er þarna I got the eye of the tiger. Can't you hear me roar? Já, ég skoða það. Já, FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað verður þú til að heyra? Ég væri til að heyra Pokémon-lagið. Nei, fjandinn. Hvað ertu að sniffa lína? Hvernig er það? Hvernig er Pokémon-lagið? I wanna be the very best. No one anymore. Þetta er ekta úti. Já, ok, þetta er alltaf komið, ég seti þetta á blað. Já, ok, það verður fyndið að heyra ykkur taka. Við skoðum þetta. Ok, bye. Ok, bye. Takk, bye. Hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Það verður til að heyra syngja Look at me now með Chris Brown. Look at me now. I'm making paper. Nei, það er ekki hann eða? Jú, og Busta Rhymes. Já, ok. Herru, þá verður þetta komið og takk hérlega fyrir að ringja. Já, takk fyrir. Ok, Pétur, við hljótum að finna eitthvað út af þessu. Við finnum út af þessu. Það er alveg bóttið. Þetta voru margar góða tillögur. Við setjumst yfir þetta. Setjumst yfir þetta, förum í auglýsingar fyrst, svo sturlaða staðarindir og svo er karaoke hérna seinna í dag. Já. Það er eitt að læra á snjallsíma, annað að læra með snjallsíma. Með Vodafone Guardian getur þú skapað skólabarni vinnufrið. Byrjum að tala saman örugg samskipti. Þú getur sótt Vodafone Guardian á vodafone.is. Góð samskipti bæta lífið. Vodafone. Gull kynnir. Off-venue at Airwaves og English Pub Reykjavík. Í dag klukkan 1, hljómsveitin Sætan og Eyþór Ingi og Atómskáldin klukkan 6. Ekki missa af Off-venue at Airwaves á English Pub Reykjavík í boði Gull. Ópera eða speed metal. Send okkur SMS í 1909 eða farðu inn á 1909.is og við leggjum strax inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Túborg og Smirnoff kynna opnunarhelgi skemmtistæðarins Park. Breski plötusnúðurinn Alex Session, Hugarástand, Ben Sol og DJ Margeir.
Park. Nýtt heimili íslenskra dansmenningar opnar helgina. Með Airwaves appinu getur búið til þína eigin dagskrá, fengið tilkynningu áður en tónleikarnir byrja og meira segja séð hvað röðin löng. Vert í sterkara sambandi með símanum. LG G2 hraðasta Android-tæki sem laptopmag.com hafa séð. G2 komin í verslanir. Gerum tilboð fyrir hópa og afmælisveislur. Players, Búðarkór Kópavogi. Nánari upplýsingar á players@players.is. Skífan hefur opnað nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu í heimsókn. Skífan Smáralind og Skífan Kringlunni. Ert þú kominn með neyðarkall í hendurnar? Slysavarnarfélagi Landsbjörg. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Já, frábært lag hér á ferðinni í FM 95 Blö. Þessum fanta fína miðvikuti. Gauti Blö og Pétur Jóhann með ykkur til 6 í dag og það komið að sturluðum staðrendum hérna hjá okkur sem fastur liður og búin að vera í marga mánuði. Ég verð reyndar að viðurkenna það. Ég hlusta nú líka á augljósa staðrendir þegar maður Steindi alltaf með á 50. Mér finnst það nú ekkert síður skemmtilegar. Nei, en ef ég, þú og Steindi verðum 3 saman með þættu á föstudögum, hvort þakkaði meira til að hlusta á sturlaða staðrendir frá mér þá eða augljósa staðrendir frá honum þá? Þetta er einhvers sem þú skalt ákveða fyrir þá þætti. Það er að stilla mann upp í vegg hér. Hvort það eru spenntari fyrir? Ég get ekki svaraði á þessu stígi málsins. Eða þú eru bara ekki að segja mér satt? Mér finnst þetta bara bæði afskemmtilegt. Já, ok. Þú eru kannski sett upp í vegg einhvern föstudaginn með þetta? Finnst það mjög erfitt að velja á milli, sko. Já, en ég er með 10 sturlaða staðrendir, handa ég bæði þér Pétur og ykkur hlustendum. Já. Hér í dag, er þið tilbúin? Já, ég er tilbúin. Og hlustendur líka það ekki? Opna síman og tjekka á því. Nei, það er ekki bara til. Jó, það er hljóta að vera tilbúin. Þá byrjum við. Okay. Fólk sem reykir ekki hefur í 85% tilfella þóst hósta fyrir framann fólk sem að reykja í kringu þau. Og ástæðan fyrir tók þetta ég hef nokkur sem gert þetta. Þannig ég trúi að 85% fólk hafi gert þetta. Býtu nú við, fólk sem reykir ekki, ef það eitthvað reyki kringum það lið og þá hafa flestir að þóst svona hósta. Já, en þú veit að segja að fara í töðunar. Já, bara svona, þannig að fólk fari með sígartun eitthvað annað eða dreif í henni jafnvel. Þetta er orðið svolítið úrelt núna, ég meina, reykingafólk er alltaf úti, þú ert að fara út í eitthvað. Já, til að hósta. Þetta er alveg ríkalegt, þið er reykjandi bara hérna maður. Þetta er bara drullaðir inn maður. Já, við hljóttum að með að vera hérna úti auðmikið. Ég var nú bara að labba þetta maður. Já, hversu sem leiðilegur eftir þú ert núna á einhverjum pub og ferð út bara til að bakka þér. Það er voðalega reykjangaleitið núti maður. En já, þetta hef ég gert. Þetta er bara sturlustaninn. Við getum ekkert verið að efast um þær. Nei. Þetta er bara mjög áræðanlegar heimildir, er það ekki? Jú, eins og alltaf. Hér er önnur. Kettir geta verið með ónæmi fyrir fólki. Já, alveg eins og fólk getur verið með ónæmi fyrir köttum. Já, og það er víst stundum, ég fór að lesa einhvað meira um þetta. Hvernig lýsir það sér? Og það er oft þannig að þegar kettir eru alltaf pirraðir og bara þá getur þessi sér bara með ónæmi fyrir þeir. Það er bara með ónæmi fyrir maður. Það hlauta. Ég vil leðilegt að lenda því maður. Voða spenntur að fá sér kött. Svona alltaf ógeðslega leðileg við þig og þú heldur að þetta sér þú en þá er það bara með ónæmi greið. Það mýgandi á því maður. Það er aðeins við maður. Ég vil hérna þessu ketti. Hugsa út í það. Það er möguleik, já. Það er kötturinn gæti verið með ónæmi fyrir þér. Já, og bara fyrir fólki, ekkert bara þér. Já. Svo er það næsta, fólk sem er orðið hátt samfélagsmiðlum eins og Twitter og Facebook og Instagram og öðru. Það er með veiki sem heitir FOMO út í Bandaríkjunum eða Fear of Missing Out og það þorir ekki að slökka á Facebookinu, Twitterinu eða Instagraminu því að það er svo rætt að það missi af einhverja skemmtilega umræðu eða einhverja frábæru myndum sem er að fara að detta inn. Þetta er til. Og hún lítur að vera með FOMO. Já, þetta er víst til, já. Já. Og já, ég þekki nú nokkra sem eru svona alveg á... Alveg með þetta. Já, svona eru tæpir allavega. Já. Það er alveg nokkur í kringum hann sem að... Annar hver unglingur í dag er örugglega með þetta. Já, reyndar. Það er að unglingar eru bara... Það eru örugglega meira þannig eins og þegar maður var sjálfur í 8., 9. og 10. bekk eða eitthvað. Þá var maður örugglega alltaf þurft að vera að tjekka bara hvort maður var að missa af einhverju. Já, ég pottið. Eða þú allavega.
Ég hefði ekki lotið. Nei, þú varst bara út í fjöru að leika það með spýtu. Já, ég hef reyndar alltaf verið svona hálfsmeykur við allar svona vélar. Ég örugglega haldinn einhverju svoleiðis. Já, þú ert ekki á Facebook. Nei. Ég er með einhverja veiki. Það örugglega til nafni við það líka, sko. Já, þú hræðist þetta. Einhverja svona tölvu hræðslu bara. Já. Ég er svona, mér finnst alltaf eins og að sé að fylgjast með mér og... Pottit nafn á þeirri fóbíu, ég er ekki með hana núna. Já. Ég skal finna hana fyrir þig fyrir næsta þátt. Alveg pottit. Það slasast 11.000 manns á ári í Bandaríkjunum við að stunda kynlíf. 11.000 manns? Já, á ári. Bara í Bandaríkjunum? Já. Hugsaður? Þetta er ekki svolítið há tala. Já, náttúrulega margir sem að búa í Bandaríkjunum. Já, en 11.000 manns á ári við það að stunda kynlíf og þá er vist verið að tala að flöskur að festast á stöðum sem ótt ekki verið að setja flöskur og eitthvað svona rugl, sko. Það er bara öll Akureyri. Já, bara Akureyri. Nei, hvað er þið búið margir á Akureyri? Ekki 17 starf eitthvað. Já, kannski. Sorry, ef það er einhverju Akureyri að hlusta, þetta er bara grínist inn í þetta. En, já, þá hlýtur nú bara næsta spurning að vera. Hefur þú slasað, Pétur? Við kynlífsathafnir? Já. Ég kýst nú að svara því ekki hér. Nei, ok. Enda þarftu þess ekki? Nei, ég ætla bara að halda því út af fyrir mig. Hvað gerist? Ekki neitt. Það gerist ekki neitt. Veist hvað ég myndi grunna þegar það kemur að þér? Þú ert svo lítill og þú er dottið úr rúminu. Það hefur aldrei gert. Fengi í bakið eða eitthvað. Hvað hefur þú heyrt? Ég hef ekki heyrt neitt. Hvað heyrður þetta? Nei, ég hef aldrei slasað mig. Já, aldrei slasað mig. Nei, það telst ekki undir kynlífsathafnir. Hvað? Æ, þú veist, þegar maður er að snirta sig og svona. Hefur þú slasaðið þá? Maður hefur lent í smá svona farið út af spórinu þar. Ok. Já. Ég fyrir ekki nánar út í það. Blóð og vesen? Hæ? Blóð og vesen? Já, ég meina, eðlilega, já. Annars væri maður ekki slís. Það er rétt. Já, næsta mál. Sportdreki, hann stingur sig og drepur, komist hann í snertingu við áfengi. Ef þú gefur sportdreka áfengi eða bara hellir smá áfengi á hann, þá tekur hann og drepur sig með að stinga sjálfan sig. Já. Höndlar áfengi ekki vel. Já, fyrir ítli hann. Já, reynulega. Það drepa mig. Þannig að það er ekki til... Það finnst að vita það ef maður... Það ert í kringu sportdreka eða eitthvað? Stóra hættulegir. Já, þá bara skvætta vín á hann. Skvætta bara hella vodkaflösku yfir hann. Þeir eru ekki góðið með víni, sportdrekar, það er nokkuð ljóst. Nei. Þeir hafa ekki mikið náhuga á þessum. Svo er það næsta, flóðhestamjólk er bleik. Sturlu staðrind. Já. Mér finnst eins og ég hef heyrt þessa. Já, ætla þessi góð á bragði. Já, ég meina, ef hún er bleik, þá er hún glæð. Ég meina, mér finnst það... Maður hugsar jarðarberasig. Já, ég líka. Bara ósjálfrátt. Já. En ég get lofað því að þetta smakkast ekkert eins og eitthvað jarðarberasig. Þetta er bara svona súr mjólk og flóðhest, sko. Já, getur verið. Nei, ég held að það sé bara viðbjöður. Það er ekkert í líkingu við jarðarberasig. Nei, mér langar jarðarberasig núna. Já, sem ég leiði segi. Svo er það hér, lengsta mælda skegg á konu mældist 35 cm. Já, hérna, skegg á konu. Skegg í andliti. Já, það er skegg. Skegg er alltaf í andliti. Ég veit það, jú. Skegg er alltaf í andliti. Ég veit það alveg. En ég finna, það er eitthvað bóið við þetta. Þetta er kona, hún er bara leitt í að vaksa bara. Já, og ég hef örgulega bara gert í því að láta það að vaksa. 35 cm. Það er alveg slættið, sko. Þetta er rosalega. Já, ég get nú ekki hvatt konur í að leika þetta eftir. Það er gaman að sjá þetta samt. Já, reyndar. Það var engin myndið að neitt. Svo er það næsta, það var 60, já þetta hérna er alveg merkilegt. Það var 66 ára gamall maður sem fór með magaverk upp á sjúkrahús og fekk að vita að hann væri í rauninni kona. Hann var sem sagt búinn að vera bara bæði í 66 ár, sko, að innan var hann kvenmaður. Já. Þetta er dagsagt og ég fór að skoða myndir af þessu allt, sko. Kallmaður sem fór bara með magaverk upp á spítala. Já, 66 ára og já, þá var hann búinn að vera kona líka allt sitt líf. Bara vissi það ekki. Mjög stygt, þetta er eiginlega ofgrillat bara til að ræða, sko. En þetta er dagsagt og ég fór að skoða myndir af þessu eitthvað. 2 eftir. Ok. McDonald's. Þetta er störtlað. Já, þetta er störtlaða staðreyndir. Já, nokkuð. McDonald's sparar $278 milljónir á ári, sem er sinnum 120 milljónir. Já. Spara þetta ári eftir ákvæðu að vera bara með eina sneið af osti á ostborgurunum sínum, en ekki 2 eins og var búið að vera alveg til 2008. Já.
þetta er ekki smá peningur sem spara bara með að vera með einu ostasneið í stæðan fyrir 2. $278 milljónir á ári. Og þetta minnir mig á sögu sem ég heyrði einu sinni, sko. Það var maður sem labbaði svona eldspýtnafyrirtæki sem eru með svona 3 stjörnur. Og þetta er sannsaga og sturlu staðrind og maður sem labbaði inn og sagðist geta hjálpað fyrirtækjum að spara marga milljarða á ári, eða marga milljónir dollar á ári, sem eru milljarðar íslenska króna. Og þeir sögðu hvernig og hann sagði að hann vildi 5% af öllum sparnaðinum sem myndi bara spara ári í sinn vasa og þá myndi hann segja hennar. Og þeir bara, já, ok. Þá tók hann aðra hliðina, annan brennisteinin, reif hann af. Og núna í dag þá er alltaf bara öðru megin, voru alltaf báðum megin, brennisteinn á eldspýtustokkunum. Ok. Og hann er milljarðamæringur í dag, þessi maður, sem kom með þessa hugmynd fyrir á hann. Þetta er stundum svona létta lausnir. Já, reif hann brennisteininn af? Já, bara og sagði, nóg fyrir ykkur að vera með hann öðru megin. Og það sparaði, brennisteinn er mjög dýr, sko, þannig að þetta sparaði bara trilljónir, sko. Sniður var hann. Góð saga og sönn. Svo er það síðasta stjórnlega staðrið dagsins. Það fara jafnmarga, já þessi er stórkostlega. Það fara jafnmarga bakteríur á milli ef þú fær lánaðan gemsa hjá einhverjum og það myndir hnerra framan í þig. Þannig ef þú ætlar að tala í gemsa minn, þá eru jafn mikið af bakteríum og ég myndi actually bara hnerra framan í þig. Já, ég kaupi ekki þetta gemsa bakteríu kjaftaði. Nei, þú ert ekki... Mér finnst þetta bara rugl. Ekki samfærður? Nei, ég meina, það er alltaf verið að tala um að GSM-síminn séu jafn mikið, meira bakteríum á honum heldur en klósettinu, hvað er rugl? Hvernig á það að vera hægt? Út með hann í vasanum allan daginn og svo ertu bara að tala í hann og hvað kom allar þessar bakteríur? Ertu með þetta bara í andlitinu? Það er betra fyrir að sleikja klósettsetu heldur en að tala í símann hjá öðrum. Já, veistu, þetta er bara vill. En það er enginn að fara að sleikja klósettsetu og láta hnerra framan í sig frekar heldur en að fá að ringja hjá okkur, sko. Bara segja sér sjálft. Nei, það segir sér sjálft. Þannig að þetta er bara þvæla. Þetta er þvæla, segir Pétur. Hvernig fólk geta þetta þessir vitleysa í hug? Þetta voru sturlaða staðreyndir, þennan mjög ekki Já, sorry, maður. Var það ekki fína? Ég var aðeins neikvæður þarna. Há, varstu að pínu reiður? Það voru mjög góðar. Takk innilega fyrir þessar maður. Þetta er frábært. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Ert að fara á Iceland Airwaves? Náðu í appið og verð í sterkara sambandi. Síminn FM. Með lagið Up hér í FM 95 Blö. Og eins og við máðum koma inn á þá eru breytingar væntanlegar hér í FM 95 Blö. Þannig að þetta er svona síðasti miðvikudagurinn okkar og við höfum ákveðið að fara í 2 gamla liði í dag, annars var vonda atið og svo dagskrálið sem við vorum nú reglulega hérna fyrir mörgum mánuðum síðan og sá dagskrálið hér hvað segir Kjellin? Blessar. Það glemtum því maður. Já, hann var líka skemmtilega. Blessar. Herðu, hérna, það var ótrúlegu dagskrárlegur. Það sem við hringdum út í bæ og sögðum bara blessa. Já, en við ætlum að fara núna í hvað segir Kjellin. Og byrju, það var allt, þú ert náttúrulega snillingun í hvað segir Kjellin, þannig að betra að ég byrji, ég ætla ekki að vera eftir þér, sko. Nei, ok. Þannig að ég hugsa sér best að ég hringi á undan. Mér er alveg saman, sko. Þú ert alltaf svona meira, ekki? Já, það komið doldið út í bara, get ekki leið. Þannig ég er að spája að reyna að vera bara svona meira skilja, bara, hvað sé Kjellin? Eða eitthvað svona. Já, nákvæmlega, bara... Hann sé ekki eins, og það er náttúrulega bara hálf kjánalegt að henda mér í þetta. Það er alltaf skemmtilegt að byrja, já, góðan daginn, heyrðu, ég hérna... Fara svo bara allt í einu í hann. Já, ok. Það er panta hérna... Láta, ég skiljist fyrst. Já. Ok. Fara svo í ruglið. Já, ok, ég ætla að byrja, svo tekur þú. Ok. Ég ætla ekki að fara eftir, það er ekki séns. Já, ég kom númer hérna og tekum að þessu. Já, góðan daginn. Góðan dag. Herðu, ég var að spá í hérna, hvað sé Kjellin? Ha? Ég var að spá í, hvað sé Kjellin? Hvað sér þau? Ég var að spá. Já. Hvað sé Kjellin? Já, ég skil ekki. Ég var að spá. Já. Hvað sé Kjellin? Ég hef bara eitthvað að segja. Ertu það? Já. Já, ég var að spá. Hvað sé Kjellin? Ég er bara að spá og búið. Hvað sé Kjellin? Ha? Hvað sé Kjellin? Ég er ekki að skilja þig. Hvað sé Kjellin? Hvað segir Kjellin? Kallinn? Kjellin? Já. Hvað sé Kjellin? Það er fínt. Já, þetta er hringið þess númer. Hvað sé Kjellin? Í hvað þarf það að hringja það? Kjellin?
Já, það er ekki ég. Hvað sé Kjellin? Þetta er eitthvað allt annað númer. Ertu með kútakerfi úr Mjáltabás? Já. Hvað sé Kjellin? Hvað sé Kjellin? Ég er ekki að fatta þetta. Takk samt. Já. Bless. Ég er ekki að fatta þetta. Það var ég búinn. Þú lagðir á hann. Já, hvað átti ég að segja meira? Þegar hann sagði, ég er ekki að fatta þetta. Já. Ég er búinn að segja svo, hvað sé Kjellin? Hvað átti ég að gera meira? Það er svo gaman bara. Það er að breyta tónu. Já, þú bara, þú veist, það er ekki málið. En nú komið að þér, masternum sjálfum. Nei. Já, og það er alltaf kókurinn í þessu. Ertu tilbúinn, Pétur? Já. Ég væri til í bara einhvern svona bónda. Áttu það þarna hjá þér? Ég var búinn að finna hérna eitthvað númer. Hvað Kjellin? Einhvern svona sem er. Já, daginn. Það var ansið langt sem þú fórst í hvað segir Kjellin. Já. Hvað segir þú? Já, það er langt sem. Er ég komið númer? Ertu tilbúinn? Já. Ok. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað sé Kjellin? Hvað sé Kjell? Hvað séru? Hvað sé Kjell? Er það Björgvin? Nei, hvað sé Kjell? Hvað sé Kjell? Nú skil ég ekki drengurinn minn. Hvað sé Kjell? Ertu hvað, Linur? Hvað sé Kjell? Hvað sé Kjell? Hvað sé Kjell? Hvað séru? Hvað Hvað er Linur? Já, hvað er Linur? Hann er að vinna. Hver er þetta? Björki? Skellt hann á? Þetta var góðum maður. Byttu. Aftur? Já, bara ég... Sama gæja? Já, það skelltist bara á. Ég trúi þér ekki. Já. Já, blessaður að slitnaði okkur. Hver er þetta? Hvað sé Kjell? Hvað sé Kjell? Þú voru að tala að skýra, það er hægar. Hvað sé Kjell? Ég veist ég skilði ekki drengurinn minn. Alltaf tala hinn? Ertu Linur? Linur? Hvað sé Kjell? Hvað sé Kjell? Hvernig gengur? Ágætlega. Hvernig gengur hjá þér, vinur? Hvar ertu? Ég veist ég skilði. Já, elsku drengurinn minn. Ég skilði ekki. Hvað sé Kjell? Ég sé hvað. Hvað sé Kjell? En þú, vinur? Hvað sé Kjell? Gengur ekki vel hjá þér? Hvað sé Kjell? Hvað sé hvað? Hvað er Hvað er þetta að gera? Það er báttæg. Það er báttæg. Æfa? Æfa núna, æfa. Já. Herðu, ég verð að fá að heyri þið setna. Hvað sé Kjell? Ok, vinur. Ég heyri þið setna, Petur. Ok. Bye. Hann fann að fatta þetta? Nei. Ég var sann ekki heyri þið setna betur. Ég heyri þið setna betur, sagði hann. Já, hann hefur verið löngu búinn að gefa stutt. Algjörlega með ólíkindum að maðurinn skuli nenn að hanga á línuna að tala við hann. Er þú ekkert á að þreytir í röddili? Nei. Ég er til í að eigða bara deginum í þetta maður. Ég geti setið þetta með til 11 kvöld bara í þessu. Bara í þessu? Já, ég er bara núna, mér líður í kjaftinum eins og ég sé búinn að vera með herðatrið. Mér finnst alltaf skemmtilegast að mómentið. Við erum svona, já, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, mér vantar. Ég fara síðan í bara öskra. Heyrðu, ég sens að tala við. Hvað sé Kjell? Já, bara... Já, fara beint í rugli. Já. Styttist í karaokeið, en hér er One Republic. Kills me, makes me feel alive.
Thing that drowns me, makes me want, that kills me, makes me feel. Counting Stars. En þeir að hlusta hér á FM 95 og já, það var dæmi hérna í vikunni sem var alveg fullkomið fyrir hann Gunnþór vinn okkar. Já, það var nú bara gær. Það var ekki gær, jú, sem að hérna var allt vitlaust út af miðasölu KSÍ. Já. Og við Pétur reyndum að fara í Gunnþór fyrr í dag. Já. Hringdum með Gunnþór í KSÍ. En það var kona þar sem var með númerabyrði greinilega og hafði lítinn húmor fyrir Gunnþóri. Já, ekki nokkurn einasta. Nei, en þannig að við ætluðum ekki að spila en svo var að spæði hefur við að... Örgulega margi búinir að ringja, sko. Já, það er líka, sko, þá voru nokkur búin að minnast á við mig en á Twitter en hvort þetta var ekki tilvalið fyrir Gunnþór að heyri í KSÍ út af öllu ruglunu. Þetta sama sagan með ykkur. Sökja og svínar í önnu upp allt. Það lega fólki að heyra að þegar Gunnþór reyndi að hringi KSÍ. Já, þó að mistökist. Við verðum að sko leyfa fólki að heyra mistökir líka. Akkurat, við ætlum að leyfa ykkur að heyra þetta. Við reyndum að henda Gunnþór í þetta. Tjekkum að þessu. KSÍ Margrét. Já, góðan daginn. Daginn. Ég ætlaði nú bara kvarta yfir þessu málið þarna með þessa miða. Já. Sem nú búið að vera út allt í fjölmiðlum. Já. Ekki til breytni hvernig þetta af þessu var staðið hjá okkur. Nei. Það vona bara að þið kunni að skammast ykkar þarna. Jæja. Og hvað við hugsaði ykkur að gera? Hvað höfum við? Já. Nú við bara hugsaði okkur að halda hana leik og hérna hafa fulla völl og vinna Króatíuna. Ég ger mig grein fyrir því að ég hef með fulla völl en finnst ykkur ekkert verið neðan allar hellur að selja þetta svona? Finnst okkur? Finnst ykkur þetta bara allt í lagi? Hver að fíblast í mér? Hver hvað? Hver að fíblast í mér? Fíblast? Já. Það ætla ekki ég er ekkert að fíblast. Nei, heyrðu, reyndi þetta bara við einhvern annan. Ég veit þú ert að hringja frá Stöð eða Bylgjunni eða eitthvað að reyna að vera með einhvern húmor en Hvernig dettu við það í hug? Ég sé það bara. Ég sé það númerinu sem þú ert að hringja úr og... Get ég fengið að tala þá við eitthvað þarna sem stjórnar einhverju? Hvað viltu vita? Við erum með fullan völl og... Já, ég vil fá að vita hvað ég ætla að gera. Hvað ætlum að gera? Fyrir fólk sem langar að fara á hana leik. Já. Og selja alltaf þess að miða einhverju velunurum. Já, við fjölskyldum okkur að vinum. Já. Já. Og allir frussandi yfir sér kampavinni þarna. Já. Og allir með öllum vantanlega. Hvor gefur sér hórum og hvað það er. Veistu, mér langar ekki að hlusta á það með. Mér hef engan húmor fyrir þessu. Nei? Fyrir hverju hefur húmor þá? Gerðsannlega húmorslaust fólk þarna hvort þið er. Hvað segir þið? Ekki allir húmorslausir þarna. Mókandi undir raskati á vinum sínum og allir með öllum. Þakka þér fyrir... Sleikjandi hvern annan og allir í sleik. Það hefur eitthvað kvarti við. Ég ekki bara... Það hefur engin tíma til að tala við menn allir með hórum með hana inn á herbyggi. Nú ertu komin langt yfir strikið, vinur. Langt yfir strikið? Er það ekki það sem þið eru að gera? Frussandi yfir sér kampavínu og sleikjandi hvern annan. Svona þetta símtal fyrir í dag. Þetta var yfir strikið. Gunnþór fór yfir strikið og... Eiginlega, já. Ég fattaði það ekki. Móka undir raskata á hvort öðru. Þetta er nú meira rullir. Það var brjálar. Það geta allir gert mistök, KSÍ líka. En við ætlum að fara hér í auglýsingar, svo er það karaoke-keppnin. Vistu að við verðum eða að fá Gunnþór á föstudaginn. Vá, hvað ég saknast maður. Hann er æðislegur. Hvað? Þú vilt fá bara allt á föstudaginn? Allir með, já, ég vil hafa brjánbreka, tong, hitaklefan. Gunnþór myndi ekki drepa mér, sko. Tveggjar afmælið, maður. Kristján Ingi og Ósk Gunnars á FM 957. Þessi fluga er ekkert, sko, hún er búin að vera á lífi núna í 5-6 mánuði. Hún er óvenju stór og í rauninni, sko, þetta er hún er svona eins og sé bland af bíflugu og fiskiflugu, en hún er sko bleik, á litin. Þessi er hún bleik? Já, eða svona, kannski húðlituð. Ef þetta er rétt sem þú ert að lýsa þá, og Eiríks mér að vera að tala nýja tegund. Ok, þannig að ég fer í það núna að veiða kvikindi. Gangi rosalega vel að fara varlega því að þú veist í rauninni ekkert hvort að dýrið aðeins stáni eða hvort hún hefur orðið í árásargjörn á þessu tíma eða hvort annaðið sé að slá til hennar eða það er alls konar hluti sem geta orsaka hegðun dýrsins og það er mjög mikilvægt að fara varlega í að ná dýrinu. Ok, takk hérlega fyrir. Léttir laugardagar með Kristján Inga og Ósk Gunnars. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna Hryllingshúsið helgina 1. til 3. nóvember. Ert þú með stáltögar og tilbúin í andvöku nætur? 16 ára aldurstakmark og þú ferð inn á eigin ábyrgð.
Bókaðu tíma í síma 854 65 55. Það kostar aðeins 1000 krónur inn. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi. Ný sportlífverslun opnar 1. nóvember í Smáratorgi. Kíktu við og skoðaðu okkar frábæra úrval. Sportlíf.is. Fæðubótarefni á betra verði. Tuborg og Smirnoff kynna. Opnunarhelgi skemmtistæðarins Park. Breski plötusnúðurinn Alex Session. Hugarástand, Bensol og DJ Margeir. Park. Nýtt heimili íslenskra dansmenningar. Opnar helgina. Ég veit það ekki, mér finnst hún eitthvað svo skrítin þessi peysa. En það einmitt máli, þær eiga að vera skrítnar, þær eiga að vera asnalegar. Ert þú kominn með jólapeysu? Vertu með og styrktu mannréttindi barna á jólapeysan.is. Barnaheill Save the Children á Íslandi. Gaga eða Britney? Send okkur SMS í 1909 eða farðu inn á 1909.is og við leggjum strax inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Það eru 2000 manns tilbúnir til útkalls á hverjum degi. Taktu vel á móti neyðarkalli björgunarsveitana. Slysavarnafélagi Landsbjörg. Ef þið vantar bíl, kíktu þá á okkur. Höfðabílar Fossásið 27, beint fyrir ofan Ölgerðina. Sími 577 4747. Höfðabílar.is. Víking jólabjórs komin á Hressó, Kofa Tómasar Frænda, Bjarnarfell og Austur. Hvar verður þú í kvöld? Tuborg og Smirnoff kynna í samstarfi við skemmtistaðinn Park. Opnunarpartí föstudagskvöldið 1. nóvember. Hugarástand ásamt Bensol. Laugardagskvöldið 2. nóvember. Breski plötusnúðurinn Alex Session ásamt DJ Margeiri. Park. Nýtt heimili íslenskra dansmenningar. Öll dagskráin á Airwaves. Upplýsingar flytjendur, lagalistar, þín eigin dagskrá og margt fleira í Airwaves appinu frá Símanum. Vert í sterkara sambandi. Síminn. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Mannskvörf á Íslandi sló í gegn síðasta vetur. Nú snýr Helga Arnardóttir sér að óupplýstum lögreglumálum. Óupplýst lögreglumál efst í nóvember á Stöð 2. Tryggður áskrift í síma 512 eða nú stöð2.is. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Náðu í appið og upplifðu Iceland Airwaves með Símanum. Topp tónlistarstöðin FM 957. Helvítis beljan sem ég man ekki hvað heitir að syngja hérna lag sem enginn veit. Nei, djók maður. Öddi veðjaði, þú skuldar mig kippa bjór. Ég við ekki hérna. Öddi sagði, ég skal gefa þig kippa bjór ef þú getur opnað og láta mig fara að hlæja. Og það hefnaðist ég með helberum dónaskap. Ja, þetta var ekki dónaskapur. Nei. Það var bara staðrind. Þetta var hinn stórkostlega Emily Sandé sem er virkilega hæfileikari í söngkona. Það er rétt hjá þér. Þetta er rakka hana niður. Það var bara fíflagangur í mér og ég byrst afsökun á þessu. Við getum ekki staldra lengur við það. Við erum að fara hér í karaoke-keppni. Síðasta miðvikudags karaoke-ið, maður. Og það er með sem búið að vera smá pásu. Ég er að stressaður, sko. Já, þetta er karaoke-keppni sem hann vill vinna. Það er síðasti miðvikudags þátturinn. Og við erum konum með lög. Pétur Jóhann ætlar að syngja lagið Sweet Dreams með Eurythmics. Já. Ég ætla að syngja Wrecking Ball með Miley Cyrus. Mitt er bara svona nýtt á nálinni. Glæni. Og gott lærunin. Veistu á hverju ég valdi það lag? Að því að þú fílaði Miley Cyrus? Nei, já, líka sko þau fá skipt sem ég unnið inn í karaokeinu í gegnum tíðina. Já. Nú ertu búin að vera með mér inn í 1,5 ár. Já. Nú ertu ekki alveg búin að vera í 2 ár. Það er hérna, sko ég hef unnið með nýjustu lögum. Það er sko lög sem eru vinsæl ennþá á stöðinni. Já, það hefur hjálpað mér svolítið. Ég reyndar að missa röddina áður ég byrja að syngja, hvað er það? Klúður. Þannig að ég ætla að taka Wrecking Ball. Ok. Ég hlaka til. Og það er ekki bara gamla góða reglan að ég byrja og svo þú eða? Jú. Það er ekki bara verið, og svo ringi fólki 511-0957. Þetta er góð regla. Fyrstur upp í 5 atkvæðin. Við þekkjum þetta. Þá byrjum við þetta. Það er Wrecking Ball og ég byrst afsökun ef ég er að eyðileggja þetta lag fyrir einhver mann úti. En ég skal lofa eitthvað því, kæru hlustendur, að ég mun gera mitt besta. Ok. Ekki vera að biðjast afsökunar svona fyrir. Nei. Því líkan hausverk með. Nei, ekki, ég var búinn að gleyma mér.
Ég veist það. Það ný regla bara í dag, við þurfum að klára lögin. Nei, ekki séns, ég bara að springa með auðvitað. Ég ekki að grínast, ég held ég var að hlusta á hana bara sjálf. Nei, ég verð að gefa Miley Cyrus það, hún að hækja álutíða mér eftir þetta lag. Vá, hvað þetta að syngja þetta maður? Þetta var vel gert hjá Rauðum Blöndal, vel gert, þetta var erfitt. Nei, þetta var ekki að ruttur held ég. Þetta var erfitt. Það komið að pjesanum og það hans síðasta karaoke-lag hér. Vá, ég hef aldrei tekið þetta lag, ég veit að þetta var svona erfitt maður. Þetta var, hvað? Sér andlitandi, þetta er svo sem ég komin á æfingu, sko. Perlandi í framann að svita, sko. Perlu sveittur og með hausverk, það er það. Ætlar að spila nokkuð allt þarna introið. Það var vel sungið hér. Ég hellti kaffi yfir alltaf það. Já, þú bombar, ákveður bombar í borðið, Petur. Það var bara intro eftir intro, bara, ég fekk ekkert að syngja neitt. Já, þú söngst með þess að... Ég geti sungið eitthvað að það maður. Mótum að segja það, við þurfum bara að segja tissuðið En þetta ykkar höndum, kæru hlustendur, það er 511-0957, fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur karaokeið. 511-0957 hér. Já, þá opnuðu fyrir síman og spyrjum, já, hvort lagi fannst þér betra, kæru hlustandi? Herriði, strákar. Já. Hérna, Öddi. Já. Ég fannst eiginlega valið hjá þér á laginu verða þér að falli. Er það málið? Það er oft hjálpað mér að vera með eitthvað svona current, sko. Já. En ég verði að segja Pétur út bara út af lagavælinu en þeir sko. Ég veit ánað með, en því að fannst lagið... Ég fannst lagið mitt slæmt, nei, lagið hans auðvitað, já, lagið gott, nei, byrju, ég skil ekki. Já, lagið slæmt. Lagið slæmt. Þú varst líka mjög góður. Já, söngst vel. Það gæði kærlega fyrir það, það gæði kærlega. Þetta var samt allt og mikið að spili, sko. Ég vilja fá meiri söng, ég held að vera meiri söngur í þessu lagi. Já, ég er sammála því, þú ert líka flottur þegar þú ert að syngja, sko. Það gæði kærlega fyrir mig. Hvað er að hittast þegar ég er búinn? Ég er búinn 6. Takk fyrir að ringja. Leiter, það er 1-0 fyrir Pisa. Hvað segir þú, kæri hlustandi? Ég gef auðvitað þetta. Anna, þekkið þið, djúbitur ánæði með þið. Það er að reyna á þetta, miklu erfið að lag. Já, ég laði mig all in hérna í síðustu karaoke-keppninni. Já, þetta var all in hjá hún. Já, ég er ánæði með það hlustandi. Takk fyrir þetta, vinnur. 1-1 og við fáum hér næsta FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú, kæri hlustandi? Þitt álit skiptir okkur miklu máli. Já, ég verður að gefa... Hvað sé kjörn þetta? Já, Gefur ekki, hvað sé kjellin? Hvað sé kjellin? Það var 2-1 í Pisa, maður. Takk fyrir. Takk fyrir ekki. Já. Ok, heyrðu samt það sem ég fíla. Hlustendur eru í fantagóðu skapi. Eru í góðu skapi, já. Já, það er allir vel hæpaðir. FM. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað er þú vinnur? Ég ætla að vera ósammála fyrsta hlustanda sem hringdi inn. Já. Frábært lag hjá Rödi. Það ráðhekkið þig. Frábært, rándýrt, þannig að ég ætla að gefa þetta. Tjúvöldur, þannig að 2-2, við kannum að meta þetta. Hefði getað valið mig, valdið þig. Þetta munaði, þetta var alveg. Það koma bara teiti greina hérna, sko. Ég veit það var, þetta munaði bara svo líkt. Látt hátt upp, sko. Ok, takk hérlega fyrir þetta, takk fyrir að ríkja. Takk fyrir. Bye. Ná, þetta var fagmaður, fáum hér næsta FM. Já, góða kvöldi. Hvað segir þú, kæri vinnur? Ég segi alltaf besta. Það er ekki hvað. DJ Fusion sem var frábær þarna. DJ Fusion fær þetta atkvæði. Þetta er ég ánægð með því. Og allt óvinnuslæði með Rödi. En þetta var, við getum ekki neita því að þetta var mjög, þetta var eina mikil augrun á honum að velja þetta lag. Þetta Miley Cyrus lag, þetta er erfiðasta lag sem ég tekið í karaoke-inu. Ég er ekki að grínast, ég var með svo mikil hausverk eftir það. Mikið hugrekki. Það þurfti hugrekki. Já, reynda. Stundum er bara hugrekki nóg. Það er ekki nóg. Er það ekki? Nei, ekki þetta. Takk fyrir að ringja. Ok, stundum að nefndi enga einn að tala um. Bara henda inn stíi og bara taka ykkur fyrir maður. FM, góðan daginn. Já, sælir. Hver fær þitt atkvæðin? Bessa. Halló. Góðan daginn. Pétur, ég vil hann. Nei, maður tjóð. Ekki er ég ánægð með þig. 4-2. Ég held að við aldrei, hvern kynns mannvera, veit mér stig í hvað. Víst. Ég er strákur, 12 ára. Glæsilegt, Pétur. Viltu ekki taka atkvæðið tilbaka núna og gefa mér það eftir hvað maður að segja? Fyrirgjöðu maður, fyrirgjöðu. Þetta er mér að kenna, ég saga með fótinn og eftir því. Ég heyrði strax að þú var strákur. Viltu breyta atkvæðinu? Nei. Nei. Ég reyndi, naðran maður. Ég saga með fótinn samt. Já. Ég skil ekkert í betri, ég heyrði strax að þú var strákur. Ok, takk, bye. Ég held að hann væri löngu farin. Hvað er þetta að gera hérna, Pétur? Hvar? Það er bara, fyrst að sé sem að kvenkinn skifir mér atkvæði. Það hefur aldrei... Já, 12 ára strákur sem var að ringja, sko. Það er kjósað þig.
FM, góðan daginn. Það verið bara blöðmann. Blöðmessín. Hvað segirðu? Góðan daginn, sorry, blessað. Jæja, hvað segirðu? Og heyri vonandi að þetta sé kallmaður, Pétur? Nei, Pétur, leið mér að heyra. Pétur, hann var alveg með þetta, auðvitað, þú varst bara svo, mjálma, köttur og lóður í. Já, þetta segir allt sem segja þarf. Svo köttur og lóður í. Já, ég reyndi mitt besta. Já. En Pétur er búin að vinna þetta 5-2. Takk fyrir að ringja, vinnur. Já, bæ. Takk, bæ. Þú rúlar þessu upp, hefur að taka gamla góða? Já, bara aðtúa svona. Hvernig, hvort þú valdir ranga línu? Hver hefði fengið þitt atkvæði, kæri hlustandi? Já. Halló, hver hefði fengið þitt atkvæði? Blessað. Herru, ég verð nú að segja að ég verð nú að gefa Pétri þetta. Já. Eftir vel ígrundaða umhugsun. Já, þetta var fínt hjá honum auðvitað, sko, en ég verð að gefa Pétri þetta. Ekki alveg verið að vinna. Pétur, hann þá búinn að tryggja sér þetta sigur. Takk fyrir þetta, vinnur. Takk. Ok, já, ég vil þakka öllum hlustendum sem hringdu fyrir að, greiða hér atkvæði, þó svo að ég sé ekki sammála atkvæðagreiðslunni þennan miðvikudaginn. Ekki heldur, ég vilja að þú er unnið. Já, ég er svo vitlaus. Hvað? Þetta er satt? Þá auglýsingar. Já, alveg tala, Uti, hlusta á mig. Já, ég er að hlusta á mig. Mér langaði svo mikið til að segja að þú er unnið það. Ég vilja það, ég alveg tala. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. The darkness is approaching. Marvel og Coca-Cola kynna. The Avengers var bara byrjunin. Thor, The Dark World. You know this plan of yours is going to get us killed. Frumsýnd 31. október. Túborg og Smirnoff kynna í samstarfi við skemmtistaðinn Park. Opnunarpartí, föstudagskvöldið 1. nóvember. Hugarástand ásamt Bensol. Laugardagskvöldið 2. nóvember. Breski plötusnúðurinn Alex Session ásamt DJ Margeri. Park. Nýtt heimili íslenskra dansmenningar. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Viking jólabjór er komin á Roadhouse, Keks, Punkbar og Rosenberg. Hvar verður þú í kvöld? Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna. Hryllingshúsið 1. til 3. nóvember. Bókaðu tíma í síma 854-6555. 1000 krónur inn. Ertu tilbúin í andvökunætur? Þú ferð inn á eigin ábyrgð og engar endurgreiðslur í boði. Stránglega bannað innan 16 ára. Mín peysa er bara klár. Hvað með þína? Nei, ég er reynda bara enn að prjóna, sko. Þú færð prjóna uppskriftirnar á jólapeysan.is. Vertu með og styrktu mannréttindi barna. Barnaheill Save the Children á Íslandi. Metallica, Through the Never. Tímamóta kvikmynd sem á sér engan líka. Sýnd aðeins einu sinni, 5. 7. nóvember í Háskólabíói. Miðasala er hafin á emiði.is. Það er opið allan sólarhringinn hjá Dominos í Skeifunni. 24 klukkustundir, 1440 mínútur eða 86.400 sekúndur. Dominos. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna. Sérstök forsýning á Hryllingshúsinu, 31. október frá 16 til 22. Einungis fyrir boðsgesti og handhafa bláakortins þennan eina dag. Stránglega bannað innan 16 ára. Geimstöðin kynnir nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu og pröfaðu leikina við bestu mögulegu aðstæður í sérstöku leikjaherbyggju okkar. Geimstöðin Smáralind og Geimstöðin Kringlunum. Viking jólabjór er komin á Punkbar, Nora Magasín, Tapashúsið og Keks. Hvar verður þú í kvöld? Harry Potter, eitt stærsta ævintýri síðari ára. Alla föstudaga Stöð 2 í nóvember. Notalegar fjölskyldustundir í sófanum heima. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Föstudag kl. 21. Stöð 2. Margfald skemmtilegur. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö.
á FM 957. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Það er alveg viss betur að maður farið það. Beint í það. Er það málið? Að sjálfsögðu snöggur maður. Í síðasta þetta. Ég er alveg viss. Okay. Hvað er klukkan í FM 95 Blö? Veitu hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki, við verðum að vita hvað tímanum við. Hvað er klukkan? Það er Philadelphia söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan í FM 95 Blö. Já, komið þið sæl og blessuð hlustendur nær og fjær og velkomin í dagskráliðin sem allir hafa beðið eftir í dag. Hvað er klukkan? Þið eru með stilt á FM 95 Blö, þið ykkar sem voruð að stilla inn. Og ég sem þetta tala heiti Pétur Jóhann Sigfússon, Auðun Blöndal situr þarna beint á móti mér. Auðun, velkomin í Hvað er klukkan? Hvað ertu með gest í Hvað er klukkan núna? Það er bara gestur í Hvað er klukkan. Hvernig hefur það í dag? Ég er bara mjög góður. Já. Mér langar að byrja á því að spyrja þig út í svona þínar venjur sem að tengjast tíma og rúmi. Nú, hvað heldur Ég hef tekið eftir því á þeim árum sem við höfum munnið saman. Já. Þú ert aldrei með klukku svona klukku á arminum. Nei, ég er aldrei með úr. Aldrei með armbandsúr. Nei, þegar ég þarf að ég vil vita hvað klukkan er þá, kíkja á síma minn. Já, kíkja á síma. Já. En hérna, áður en á að byrja að vera með farsíma, varstu þá aldrei með armbandsúr? Nei, ég finnst ég of háður tíma þegar ég er með úr og er alltaf að kíkja á klukkan. Það er óþægilegt að vera háður tíma. Já, þá er ég alltaf að tekka klukkan. Já. En nú ertu að vinna hérna á þessari stöð. Já. FM 957. Mikið rétt. Tími er hennar rauði þráður. Já. Það er líflína stöðvarinnar. Það er tími. Og hverjum einasta klukkutíma hefst nýr klukkutími. Nýr tónlistarklukkutími. Já. Er ekki erfitt fyrir mann eins og þig að vita og vilja ekki fylgjast með tímanum þegar það er nýr tónlistarklukkutími hér á hverjum einasta klukkutíma? Getur taktu hennar rugl dagskrárliðin og klára það bara að segja okkur hvað klukkan er? Nei, þetta er bara mjög sanngjörn spurning hér. Nei, þetta hefur ekkert flækst fyrir mér. Það hefur ekki flækst fyrir þér? Nei. Kæru hlustendur, nær og fjær, það er ekki glæni tónlistarklukkutími hér hjá okkur í FM 957. Ó nei. En þeir eru með stilt á FM 95 Blö. Þetta er dagskrárliðinu Hvað er klukkan? Klukkan er nákvæmlega 17:45. 17:45. Hvað er klukkan í FM 95 Blö? Þessi dagskrárliður, það er svolítið langt sinni við farið í hann. Hvað er klukkan? Akkur er þú hlægjandi að þessu? Hæ? Finnst þér þetta eitthvað bjánalegt? Það er svolítið, ég er bara að hugsa það, svolítið langt sinni við fórum í hennan dagskrárlið. Ég finnst bara mjög, já, það er langt. Ég veit að. Það hefur aldrei verið rætt við mig í honum heldur. Nei. Í gamla daga sagði bara hvað klukkan var, en veistu á hverju ég var að brosa? Hvað? Það er líka svolítið langt sinni við hlustuðum á þetta. Þetta er líka. Hvernig er akkurát þetta til? Ég skil það ekki. Þetta var stuðn á dagsins einu sinni. En nú er FM 95 Blö að hætta af vissu leyti í sinni mynd, í þeirri mynd sem við þekkjum hana. Já, sem daglegur útastáttur, já. Hvað ætlar að gera við þetta? Nú er þessi bútur þarna inni einhvers þar í kerfinu. Já, stuðnaðinn. Já, ég vil ekki bara, þú veist að einhverjir hérna Rikki G og hvað er hitta þessi gæjar? Já, það eru nokkra hérna sem ég hef geimt, eins og þessi hérna líka með Matta Matt, þeir aðeinslega líka. Djöfisins titlingar! Það eru nokkuð þetta sem að ég getur þetta að henda út, sko. Því lík og önnur eins að rötta á þessum manni. Herru, hérna, við vissi ekki eins og þetta eru til. Við vorum með trailer á Brjánibreka, viltu að heyra hann? Já. Hvernig var hann? Við notuðum hann aldrei. Þú ert komin í sjálfvirkan símsvara hjá Brjánibreka. Ef ekkert er valið, þá máttu hoppa upp í raskættar. Já. Það er eitt sem ég fatt ekki. Á hverju hætta litli gaurar á brjósti? Ég menna, þetta er ekki snill og 700 tútur bara framöndir öllu. Herri, og hvað er málið með að frikka Dór? Djöðan er lítill. Það er bara táfíla á árið á honum. Hvað er málið með það? Já, þetta var þess að trailerin á Brjánibreka. Ég hef ekki hlustað á þetta lengi. Brjánibreki, hann verður einmitt hérna á föstudaginn í 2 ára afmælistættinum. Og ætlaði að heyra í kallinum og held ég fyrst í þeim sem hann og Sveppi tala saman. Verður áhugavert. Já, en ég skal, svona þegar ég hætti hérna daglega, Pétur, og skal ég láta fjalla þetta allt. Mér langaði. Bara flott hjá þig, takk fyrir það. Já. En ég vann karaokið. Já. Mér langaði svolítið að velja lagi á leiðinni heim. Ok, lagi á leiðinni heim, sko, ég valdi 2. Þú verður að finna það? Já, ég valdi 1 fyrir þig og 1 fyrir mig. Ok, hvaða lag valdur þú fyrir mig?
ok. Þetta er í lagi. Er þetta upp á slæðið þitt? Já, ég ætlaði að velja hitt þarna úr Drive, Kaminski. Já, ok. Það er bara næstu bærði. En lagið sko sem ég er búinn að velja sem lagið á leiðinni heim, það tengist sko afmælisbarni dagsins. Og við komum betur inn á það hér á eftir. Þetta er svona næstu lagið á leiðinni heim, þetta er fyrir Pétur, svo er lagið á leiðinni heim hér eftir smástund. Kæru hlustendur, þeir að hlusta hér á FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Pétur Jóhann búin að vera með okkur síðan 4 í dag. Ríkharður Guðnason er mættur hingað í stúdíu og ætlar að taka við okkur. Ríkharð Guðnason, ekki? Já, Ríkharð Óskar Guðnason. Heitirðu Ríkharð Óskar? Já. Akkur er Ríkharð, akkur er ekki Ríkharður? Nefndu þið ekki klára nafnið það? Já, þú var bara í einhverju tísku kannski í gamla dag. Það má ekki skýra lengur Ríkharð í dag, sko. Nei, ég er ekki að stríða, þetta er ekki algengt nafn. Nei, þetta er ekki algengt nafn. Hugsaður, við værum í útlandu, þá myndur við heita Rick Hard. Já, ég, veist... Rick Hard, maður, það er þetta rosalegt nafn. Tveir Harðir og Rick Hard. Eða Rijkaard í Hollandi. Já, reyndar Rijkaard. Frank Rijkaard. Ríkharð mættur. Já. Ríkharð eftir að sakna ykkur hérna miðvíkudag, maður. Já, það er ekki. Já, þú veist, ég held að það er nú pín eftir að sagna Já, ég verður ekki að það. Þrátt fyrir allan skítin og allt síðastlegin 2 ár, sko, þá hef ég notið þessara stunda. Einu sinni kom Rikki G inn á labbandinn í stúdíu í 3 lit góðu skapi og var að fara að taka sína vakt og sagði Pétur hann lit út eins og mínibar. Já, ég maður þetta því maður. Þið vorum ekki búin að vera lengi í loftinu þá. Og ég vissi ekkert hver það var. Ég vissi bara hver sagði, það bara, hver, þetta er Rikki. Það er út eins og mínibar. Sjáðu, kemur þetta röltað inn sama þrekkin eins og mínibar. Það er svona lítill og breiður ískám. Ég var ekki eins og að kynna mig fyrir honum. Þetta var illa... Fyrstu kynni mín að Pétri Jóhanni. Svo voru nú 2 harðir með Rikka G-lægið þetta einu sinni. Já, það var enda grjó... Nei, ég ætla ekki að segja neitt. Það var stuðlíkt. Það var mjög stuðlíkt, enda jaðraði það við grimt einu. Það voru svo flott lög, maður. Já, er það? Það er spurning hvort að platan kom þá bara ekki út eða þátturinn er búin að syngja sér til síðasta. Hey Rikki, you're so fine, Rikki G, you blow my mind, hey Rikki. Þetta var versta sem ég Hey Rikki. En það er eins og að koma að lokum hér hjá okkur í dag. Kæru hlustendur, við aðeins eftir að fara í lagi á leiðinni heim. Pétur, það er búið að vera sannur heiður að vera með þér hér alltaf á miðvikudum. Takk æðislega fyrir mig. Eru þið búin að fara yfir, hvað var það besta sem þið gerðuð? Svona bara... Ég held að hljóta að vera hvað sé í kjallin með Begga. Jesus Christ. Beggi, er þetta þú? Í hvað sé í kjallin? Við með þess að rifjum upp hvað sé í kjallin í dag. Fórum í þann dagskvöldi, fyrsta sinni langan tíma. Svo hafði ég reynda mjög gaman að líka þú ringdum í hundahótelið. Það var mjög skemmtilegt. Það er eitthvað, mér fannst best að ykkur öllum. Ég var að hugsa þann daginn á öllu. Þeir ringdu í apótekið með prumpublöðuna. Já, Pétur nýkomið hana. Það var að skíti í sig hana. Þetta grínna, fannst þér það? Það var ógæðislega að fyndið. Pétur elskaði þessa prumpublöður. Já, ég nefnilega... Og baðum að senda hæðalið í leigubíl. Veistu ekki að sækja. Þetta kemur mér óvart, Rikki. Það er þetta mjög einfaldur, sko. En það verða, góðir skemmtar á föstudag líka. Mætið með prumpublöðurinn á föstudaginn. Já, við Steindi verðum náttúrulega á morgun á sínum stað frá 4 til 6, en svo verðum við allir hérna á föstudaginn. Svo verðum við nú hérna áfram með ykkur, við erum nú ekki alveg farnir kæru hlustendur því að ég, Pétur og Steindi verðum nú einhverja föstudag og 2 harðir einhverja föstudag. Þannig að við erum nú ekki alveg farnir. En Pétur, þakka æðislega fyrir samfélgina á miðvikudum og sannur heiður að vera með þér. Og við ætlum enda þátt dagsins á afmælisbarni dagsins. Hann heitir Gavin Rossdale, hann er 46 ára í dag. Er söngvari hljómsveitarinnar Bush og hún var mín upp á hljómsveitir ég var svona 18 ára, 19 ára og við lægja á leiðinni heim er Chemicals Between Us. Heyrumst á morgun. Mér langar að nota tækifæri og þakka líka fyrir mig. Já, og takk fyrir hlustununa. Já, bara sömuleiðis. Yndislegt að vera hérna með þér á miðvikudaginn. You to remember a love so full like a send us always, and I want you to surrender all my
Brands.com. G2 er komin í verslanir. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna. Hryllingshúsið 1. til 3. nóvember. Bókaðu tíma í síma 854-6555. 1000 krónur inn. Ert þú með stáltaugar? Þú ferð inn á eigin ábyrgð og engar endurgreiðslur í boði. Stranglega bannað innan 16 ára. Austur kynnir í samstarfi við Carlsberg Létt. Skemmtilegustu 50-kvöldin okkar eru með veðurguðunum Ingo og Einari. Ískaldur Carlsberg á tilboði og stemming sem þú upplifir hvergi annars staðar. Sjáumst á 50-daginn á Austur. Metallica, Through the Never. Tímamóta kvikmynd sem á sér engan líka. Sýnd aðeins einu sinni, 50-daginn 7. nóvember í Háskólabíói. Miðasala hafin á emiði.is. The darkness is approaching. Marvel og Coca-Cola kynna. The Avengers var bara byrjunin. Thor, The Dark World. You know this plan of yours is going to get us killed. Frumsýnd 31. október. Viking jólabjórs komin á prikkið. Harlem, Bravo og Stofuna. Hvar verður þú í kvöld? Settu þið í stellingar stórkostlega skemmtun í nóvember á Stöð 2. Íslensk dagskrá í algjörum sérflokki. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. FM 95 Blö á FM 957. Vertu í sterkara sambandi með Iceland Airways appinu. Síminn FM 957.